Núna ætlum við að gera forsíðuna. Við hendum út þessu hérna, því þetta hérna eru sömu orð og við settum inn í síðuhausinn, þannig að við getum bara byrjað að draga hérna upp og henda því allir burtu. Og þið sjáið, og hérna getið þið séð öll ósynleg tákn, þið sjáið hérna eru 3 auka línur, við ætlum að henda þeim. Þannig að þetta eru bara 3 línur hérna í röð. Og það sem við ætlum að gera er að velja þær, ef ykkur finnst óþælt að sjá þessi táknall, hérna eru tapmerkin, þá getið bara smelta þetta hérna. Það sem við ætlum að gera er að setja þetta í heading 1. Og við ætlum að hafa þetta miðjusett og við ætlum að hafa nafnið á ritgerðinni sjálfri. Þetta hérna er svona undirheiti eða svona skýring og hérna þetta er aftur á móti nafnið á ritgerðinni sjálfri og ég ætla að hafa það aðeins stærra. Oft er að haft svona 18 punktaletri hérna en að því við erum með mjög stutta þá getum við alveg haft þetta aðeins stærra. Ég ætla að hafa þetta kannski bara 24. En ef þetta væri kannski alltaf langt nafn þá myndi ég bara hafa þetta í svona 18 punktaletri. En ég vil ekki hafa þetta en að texta hérna allan svona opvöldlega ofalega. En mér langar að kenna ykkur nýja leið til að gera þetta. Það er, þá bara veljið þið efstu línuna, eða bara svona inn í henni, og farið hér í þetta hérna, línubils hérna dæmið, og þið farið hér í Line Spacing Options, og hér inn í þessi hérna sem stendur before 12 punktar, bara breyta því í 100. Og segjum OK. Og þá sjáum við, þá fáum við bara svona mjög háa línu. Og þetta er komið svona cirka sama stað eins og hér. Og þá er bara eitt eftir að gera. Það er bara að smetla hér fyrir neðan textan, nálægt þeim stað sem myndin ákomin á og eins og þið muni kannski frá því að voru að setja myndinnar inn í textan og farið hér í Insert, Pictures og hér koma myndirnar og þannig er litamyndin og hún kemur hér inn. Ég ætla samt að fara hér í Square að þið sjáuð að myndin er ekki alveg á miðjunni, það er meira bil hérna megin heldur hérna megin. Ef ég smetli og held og dreg, þá sjáum við að kemur svona lína á miðjuna, þá vitum við að myndin er á miðjunni og við setjum hana þar sem okkur fyrst bara þægilt að hafa þetta. Hérna er þetta stækka og minnka, maður sjá all blaðsíðunni einu. Jú, þetta er bara flott. Og þá getum við bara vistað. Fæl og save.